Heyrðu, þá það sem stúdentspróf 2020. Ég ætla aðeins að merkja þetta munið eftir mér í þessu. Og cirka svona sjónarhornið. Það voru 3 mismunandi próf, sem sagt A, B og C, því þetta voru heimapróf. Og þetta próf B, en þið fengu próf A með lausnum inn á inni. Þannig að þetta ég ákvað að vera sem sagt með aðeins öðruvísi próf núna. Og fyrsta, ég hafði vitað að ég verið með lausnir með mér, svo ég myndi ekki að hugsa alltaf mikið upp á töflu. En fyrsta dæmið erum við með þá er það títrunardæmi. Þetta var þá kafli 4-6. Og þá gefið efnahvarf 5, ASO3, 4 plus 12H plus. Þetta lítur svolítið út eins og stilk oxunar aðvarsunarkvarf í súrri lausn. 2 plus 10. Já, ég komið út fyrir væntanlega. Ég seti plus 10 AS. Og það sem sagt gefið að það þurfti 38,4 millilítra af þessari lausn, KMNO4, og ekki láta það trufla ykkur, ef ykkur gefið dæmi sem mangan peroxíð, held ég þetta heiti, að ef ykkur gefið sem sagt þessi jafna, svo tekið fram í dæminu að þið eru með 0,125 mólar KMNO4, að þá þurfum við bara að muna K ekkert annað heldur en einhver óvirk meðljón. Þannig að við erum í raun og veru þá bara með 0,125 mólar af MnO4 mínus. Þetta truflar fólk stundum og þetta það efni sem þá í búrettunni, þessi 125 mólar lausn, og það tekið fram að við erum með að það þarf 38,4 millilítra af þessari lausn úr búrettunni út í lausn af þessu arsenoxíði til þess að ná jafngildispunkti og spurt sem sagt hver eru grömmin af þessu efni? Hver massi þessa efnis? Þegar við vitið rúmmál og þið vitið styrk fyrir lausnina sem í búrettunni, sem 0,125 mólar. Þannig að í þessu dæmi þá eru alltaf 3 skref í þessum títrunardæmi. Í fyrsta lagi þurfum við að finna út hvað við með mörg mól sem koma úr búrettunni. Það sem sagt alltaf skref nummer 1. Og þá að láta jöfnuna að mól sama sem styrkur sinnum rúmmál. Og svona ef ég hefði bara verið að spyrja einhvern styrk á þessari lausn eða eitthvað slíkt og hefði verið gefið eitthvað rúmmál, þá myndi ég nota millimól og millilítra. En af því ég veit að ég að fara að nota gramm og mólmassa á eftir, þá breyti ég þessu bara yfir í. Þannig að ég segi sem sagt að þetta séu 0,0384 lítrar hér. Og segi þá ég með 0,125 mólolítra, já, upptaka í gangi, sinnum 0,0384 lítrar og út úr þessu kemur, 4,80 sem 10 veldinu mínus 3 mól. Og í öðru lagi, núna komið að því þegar þið eru búin að finna hversu mörg mól komu úr búrettunni, að það þá í rauninni verið að segja að út úr búrettinu komu 4,80 sem 10 veldinu mínus 3 mól.
og þau hverfust þegar tala jafngildisbúta þýðir það að mólin af þessu í rauninni eyddu öllu því sem var hér. Þannig að jafngildisbúti þýðir það að hvarfefnin eru svona að eyðast bæði. Og þá vitum við það, hérna þarf að nota mólhlutfall. Þannig að núna, hérna voru komið mólin af MnO4-. Núna ætlum við að finna þá mólin af þessu arsenoxíði og þá takið við mólin af því sem þið þekkið. Og það sem skiptir máli hér að fyrir hvert 5 mól af þessu efni þarf 4 mól af þessu. Þannig að þið takið það sem þið eru búin að fá sem eru 4,80 sem eru 10 veldur -3 mól MnO4- sinnum og þá það mólhlutfallið. Og hérna þurfum við bara að passa upp á því að þið ætlið að stytta þetta hérna út. Þannig að hérna myndi við vera með 4 mól. Ég ætla að gera þetta rænum hérna tuss á móti 5. Ef þetta þegar þið eru með svona mólhlutfall, þá það, eða svona efnajöfnustyrkar, þá það í rauninni bara í mólhlutfallinu sem að þið notið stuðlana í efnajöfnu. Aldrei þegar þið finna mólmassa, þá notið aldrei þessar tölur og margfaldi með 5. Það bara til þess að fara yfir í þennan hérna sviga. Þannig að hérna myndi við vera með 5 mól af MnO4- og 4 mól af þeim á móti 5 mólum af arsenoxíði hér. Og út úr þessu fáið þið þá hversu mörg mól þið byrjuðu með af því efni sem eru 6,00 sem 10 veldur -3 mól. Og það þá AS2O3. Þannig hérna voru við að stytta út þessi mól og þetta það sem stendur þá eftir. Og þá erum við komið með það að mólin hérna eru 6 sem 10 veldur -3 mól og það beðið massa. Þannig að hérna þetta sem sagt að finna mólmassa þessa efnis. Þannig ef þið ætla að finna massa af þessu efni sem var títrað, þetta efni sem var þá hérna fyrir neðan í upphafi og þar vorum við með 4,80 sem 10 veldur -3 mól, að þá þurfum við að finna mólmassa af AS2O3 og hérna það sem sagt að arsen 74,92, þannig að það tvisvarsinnum 74,92 pluss þrisvarsinnum 16 og enn og aftur þá hérna munið við það að hérna nota 2 aukastafi mólmassa þegar þið eru með hérna að finna út úr lotukerfinu. Út úr þessu kemur 197,84 grömm á mól og þegar þið eruð að finna massa, þá ég bara að finna, það þá alltaf mól sinnum mólmassi. Ykkur alltaf gefin hérna á jöfnublöðunum, ykkur gefin þessi jafna að mól sama sem massi, deilt með mólmassi, styrkur sama sem mól deilt með hérna rúmmál og svo auðvitað bara einangrið því það sem þið eruð að leita af. Þannig að hérna myndum við vera með hérna massi og þá fer bara mólmassin hérna. Mól sinnum mólmassi. Og mólin voru 6,0 sem 10 veldur -3 sinnum mólmassin sem var 197,84 og út úr þessu kom 1,19 grömm. Og passið ykkur hér hérna, í öllum prófum þá ætlustu til þess að þeir passið fyrsta lagi upp á marktækustafina. Og hérna okkur gefið sem sagt að við byrjum með hérna einhverja 2 stærðir sem eru með 3 marktækastafi og passið að mólmassin sé nú ekki með minna en það. Að þá myndu við með 3 marktækastafi
og mjög mikilvægt að muna líka eftir einingunni. En það dregin sem sagt einn heill frá fyrir sleppa einingu og 0,5 fyrir sem sagt vitlausa, okkur sérlega illa við að setja allt sem stendur í reiknivélinni, bara öllu glugganum, bara 7 marktækir eða eitthvað slíkt. Oft það sem sagt gert lítið með að vera kannski +-1, en leiður orðið eitthvað meira þá dregið 0,5 frá. En það verður aldrei meira heldur 5% af 100 sem verður dregið frá vegna eininga og marktækjastaða. Þannig að fólk fari ekki niður í 8 en hefði ella fengið 10 fyrir bara það. En svona bara leiðilegt, það svona óþarfi að lenda í því. Þá það til dæmi 2 og ég hef ekkert kannski alltaf miklu saman að taka út aðeins fyrir ofan af því að ég að taka þetta upp. En allavega úr efnahvarfi sem að við erum með. Dæmi 2. Erum við með Lewis-myndir, eða Lewis-byggingar og við erum með jónina NCO- og það tekið fram sem sagt að tengingin sé þessi sem nokkuð kannski eðlilegt þegar þetta gefið upp á þennan hátt að það sé þá bara röðin á atómunum og þið eigið að sýna 3 stöðugar Lewis-byggingar í fyrsta lagi og sýna sér formlega hleðslu fyrir hvert atóm og það ekki einu svona spurt hvert stöðugast, þetta bara að gera formlega hleðslu. Og þá bara sem upprifið fyrir Lewis-myndir, þetta var eitthvað sem við vorum að gera fyrir áramót, að þá erum við alltaf með gildisrafeindirnar og gildisrafeindir bara svona til smá upprifinar þegar við erum með lotukerfið að þá erum við með og erum við með 1, 2, 3 kannski bara halvtaka þetta einu metra svona að erum við þá með einu gildisrafeind, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og þegar ég með litur þá hann hér, súrefni hér og kolefni hér. Þannig að þið erum með 5, +4, +6 og síðan erum við með mínus hér sem þýðir það einni rafeind betur, þannig að það +1. Og þetta eru þá 16 rafeindir í allt. Og svo alltaf þessi regla sem sagt að svo teiknar maður upp sameindina, NCO, þá erum við búin að nota 2 rafeindir, 4 rafeindir í tengi, þessar 4. Síðan uppfyllið átturegluna fyrir endaatómi, þessi sem tengjast inn á miðjuna. Og þá hvort sem við gerum það sem svona strik eða punktar, ég svona búin að velja með að gera alltaf punkta, en það alltaf fljótlegra að gera strikin, bara 1 strik í staðinn fyrir 2 rafeindir. Og sjáu, þarna ég þá búin að klára þessar 12 sem eftir voru, þannig að ég búin með rafeindirnar, en þið eru ekki búin að uppfylla átturegluna fyrir kolefni. Það eru bara 4 rafeindir sem það svona hefur aðgang að. Og þá þurfti að lagfæra það með því að bæta við tengið, að taka ótengd rafeindapör og annarkvort þá takið þið bara 1 héðan og 1 héðan og fáið þá tvítengi, þá erum við komið með eina mynd. Eða það væri hægt að taka til dæmis þetta og þetta og fá þrítengi og sama gildir þá megin. Og þessar myndir eru einhvern veginn, þegar við komum með þrjá svona sameindir í röð, þá finnst mér einhvern veginn eins og ég að dæmir séu alltaf þannig að það séu 16 rafeindir og það séu alltaf eins myndir. Að það séu myndir þar sem við erum með tvítengið, sem þá N, tvítengi, C, tvítengi O og passa sem sagt að rafeindapörin haldist. Ef þið eru búin að taka burtu 2, þá eru samt eftir þá 4 eða 2 rafeindir eru farnar. Þetta verður fyrsta myndir og ég sýni þetta gjarnan með þessum hornklofum.
Ég held að Már til dæmis að hann noti þá minna og sé frekar að láta formlegu hleðsluna á réttan stað. En allavega þá getið þið þá verið með þrítengi á N, eintengi O. Þetta væri þá mynd númer 2. Og svo að þið setja ekki mynd númer 3 bara hérna fyrir neðan svo það farið allt þetta inn á upptökuna. Set hana þá hérna niður. Þetta bara gert svona. Hvað segir mikið fyrir að gleyma fólklóðum? Ég myndir og líklega ekki draga neitt niður fyrir það. Þannig séu þessu dæmi. En það ágætt sko sérstaklega þegar þið farið að reikna þessar formlegu hleðslur út á eftir. Eða við förum gegnum það. Og svo verður eintengi, þrítengi og þá eru 2 rafeindir hér. Nei, 6 hér og 2 hér. Og hérna sjáum við að áttureglan alls staðar uppfyllt. Þannig að þetta þessar 3 myndir. Síðan var spurning það að finna formlega hleðslu til að sjá það yfirleitt verið að finna út hvaða mynd stöðugust. Hérna nú ekki beðið það sérstaklega, heldur bara að finna formlega hleðslu. Og formleg hleðsla alltaf sama, fyrir hvert atóm sama fjöldi gildissameinda mínus þessar fylgirafeindir. Og því ég var að tala fylgirafeindir, þá það rafeindir þar sem að hvert atóm getur sem sagt kallað sína rafeindir, sem þá ótengdu rafeindapörin sem á því atómi og önnur rafeindin í hverju tengi. Þannig að við getum sagt þess að ef við setjum þetta svona töflu fyrir neðan, þá getum við sagt þetta til sem gildis, fylgi, og það sem mínus. Svo erum við kannski gerum bara svona hér. Og formleg hleðsla. Og hérna værum við þá með niturefni gildissameindir, kolefni með 4 og súrefni með 6. Og það bara sama þau voru að finna út hérna. Sama gildi það hér, 5, 4, 6, 5, 4, 6. Fylgirafeindirnar hérna fyrir nitur, þá værum við sem sagt með 1, 2, 3, 4 sem væru þessi ótengdu rafeindapör og svo önnur rafeindin í báðum tengjum. Þannig að þið verið með 6 fylgirafeindir sem ég dreg hérna frá. Þannig að hérna eru komið hleðsluna -1. Kolefni með þessar hérna 4, 1, 2, 3, 4. Og súrefni með 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þannig að hérna formlega hleðslan 0. Og þetta líka oft, þegar maður að sýna formlega hleðslur, þá líka alveg sagt að setja hérna fyrir ofan bara ennið. Bara 5 - 6 sama sem -1, 4 - 4 sama sem 0, 6 - 6 sama sem 0. Þannig að það alveg sagt að gera það og það oft þægilega ef við kannski við svona einhver atóm eins og þessi hérna. Og þið eru beðin að gefa alls þær formlega hleðslu fyrir hvert einasta af þessum hérna. Þá svona þægilegast að vera bara með hérna, 7 - 7 sama sem 0. Þegar maður með svona línulega sameindir þá þykir mér mjög þægilegt að setja þetta í töflu. En það eru engar reglur. Hérna erum við sem 1, 2, 3, 4, 5, það svona -5, -4 og svo hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig að hérna erum við komið með 0, 0 og -1. Og summan hérna síðan það sem að fylgir að summan út úr formlegu hleðslunum og öllum atómum á alltaf að vera svo sama, það er -1 hérna, og hérna hleðslan á atómum. Þannig ef að hleðslan 0, þá myndi summan vera 0. Hérna væri þetta líka sama sem -1. Hérna erum við með -7, -4 og -5. -2, 0, +1. Og svo voru reglurnar sem -2 + 1 sama -1. Þannig að þetta var í rauninni það sem var beðið á prófinu. En bara svona til upprifjunar,
að þá voru þessar reglur ef að það spurt hver stöðugust af þessum myndum, þá fyrsta lagi skiptir máli að það sé minnst frávik frá núll. Þannig að það sem 0, 0, -1, 0, 0, -1, þessar tvær væru stöðugri heldur en þessi þar sem að með -2 og +1. Þetta er meira frávik frá 0. Þannig að þessi væru óstöðugust vegna fráviks. Síðan var maður að bera saman -1 á n og -1 á o og þarna kom rafdrægni tafla til skjalanna og ykkur gefin hún og þá farið þið í hana og sjáu sem sagt hvernig rafdrægni, þá voru þarna með þetta vetni hefur rafdrægna 2,1, kolefni 2,5, nitur 3,0, súrefni 3,5 og síðan kemur flúor með mestu rafdrægni notakerfisins 4 og við erum með þessa töflu og þarna þið þá að bera saman nitur og súrefni og þetta með meiri rafdrægni. Og það þýðir það vill frekar fá rafeindir og það þá stöðugri mynd þar sem mínushleðslan á o. Við getum sagt sem sagt mínus á rafdrægara atómi. Við gátum valið þar á milli og þar að leiðandi þetta stöðugasta myndin. Þetta bara svona, þó að þetta sé ekki spurt þetta í prófunu, þá þetta svona upprifin ef það skildi þá vera spurt þetta í ykkar prófi. Já. Síðan, manni finnst vera ár og dagur sem við vorum að fara í gegnum gasblöndur. En þetta sem sagt fyrir þrýstingur gasblöndu sem hefur 20 gram klór, 1 gram súrefni og 2,8 til 2 gram króm. Nei, þetta á ekki vera krypton. Í lokuðu íláti sem rúmar 4,50 lítrar við 35 gráður Celsius. Hérna sem sagt aðeins að rifja upp þessar reglur. Við taka burtu. Við byrjum kannski bara á þessu. Og því má ekki gleyma því að þið strokið ekki út, eða sem sagt geta ekki sett mig á pásu eins og þeir sem að heima sitja. En það sem að við erum með, þegar við erum með gasjöfnuna, þá erum við alltaf með þetta PVaf sama R-sinnum T. Þetta sem sagt þessi grunnjafna fyrir gas. Þrýstingur sem rúmmál mól, gasfasti og hitastig í kelvingráðum. Og vorum við síðan með það að heildarmólfjöldi, NT eða tót, sama sem mólin af öllum gastegundum sem þá í einhverju íláti. Sem eru CL2 plus H2 plus krypton. Okkur gefið rúmmál. R-ið erum alltaf við gefið, okkur gefið hitastig, þannig að það sem við erum að finna í rauninni hver þrýstingur þessara blöndu. Og svo vorum við reynda líka með það að heildarþrýstingur sama sem þrýstingur fyrir klór, plus þrýstingur fyrir H2, plus þrýstingur fyrir krypton. Þannig að maður getur líka fundið mólin og fundið þrýstingi fyrir hvert og eitt og lagt sig það saman. Þannig að það svona tvær leiðir. En fyrsta sem við gerum, það sem sagt ekki að koma óvart að það sé laumað inn einhvern dæmi þar sem að finna mólmassa og breyta massa í mól. Það við þurfum alltaf að breyta massa í mól. Þannig okkur gefið hér massan fyrir þessu efni. Og þeir eru með 20 gram af klór, þannig að mól af CL2 sama sem massi, deilt með mólmassi, og þetta gefið
20 gram deilt með og svo erum við tvisvar sinnum 35,45. Þá erum við komin með mólmassan fyrir sér 2. Þetta gefur 0,282 mól af klór. Síðan hérna fyrir vetni, sem sagt massi deilt með mólmassi, þar var 1. Nei, þetta ekkert vetni, þetta súrefni. Þannig að það O2 en ekki H2 sem þetta snýst En O2, þar værum við með 1 gram deilt með, og hérna það þá 32,00, sem sagt tvisvar sinnum 16. Þetta gefur 0,0313. O2. Og svo að lokum sem sagt krypton. Þetta voru sem 83,80. Og þar okkur gefið 2,82 gram. Það var hvað? 83,80 sem er 0,0337. Þannig að hérna getið þið lagt saman mólin fyrir þessi hérna 3 efni sem eru til samans 0,347 mól. Þetta samans þetta N-tót eða heildarmólfjöldi. Og þar sem við erum að finna P, þá myndi þess að þrýstingur vera sama sem mól, og þetta væri þá heildarmólfjöldin, sinnum R, sinnum T, deilt með rúmmál. Í dæminu kemur fram að rúmmálið var 4,50 lítrar. Það er mjög vinsælt að prófum að gefa í millilítrum og menn fyrir að breyta því sjálfur í lítra. En sem sagt, það er nánast alltaf að hitastigið T sama sem 35,0. Að það nánast alltaf gefið í Celsiusgráðum og þið þurfa að breyta í kennum. Og það eina af þessum örfáu tölum sem þið þurfa að læra utan að. Þessi 273,15 sem þið bætið við. Kann ég geta að spyrja ykkur út í bekk svona þegar þið að taka þetta upp og svo kemur eitthvað svona kolvitlaust svar sem ég reyndar ekki vona. Það er 273,15 og þetta gefur hitastigið 308,15 Kelvin. Fyrir þrýstingur. Núna í sjálfu sér ekkert búið að skikka okkur til þess að gefa svarið í atmosférunum eða torrum, þar að þið ráðið í rauninni hvort að þið notið. Og það þá háð R-fastanum að ef þið ætla að vera með atmosférur, þegar svarið þá R-fastin 0,08206 var það ekki. Það eru atmosférur á lítra, mól á Kelvin og ég nota yfirleitt atmosférur en það alveg jafn rétt að nota torr og þá það hvað? 63,36 var það ekki? 62,36. 62,36 og þá erum við hérna með torr, lítra, mól á Kelvin. En ég ætla bara að nota gömlu góðu atmosféruna. Þá takið þið mólin, 0,347. Sinnum R-fastan 0,08206. Já. Já, hérna í mólfylgda N á 2. Já. Það segir að 1 desilítur sé 0,313. Þetta hérna? Já. Þetta ekki 0,0313? Það sjá. Sko þetta hérna, þetta O2, ég gerði þarna vitleysu með að kalli segja, en þetta 1 deilt með 32,
Það er 0,0313. Já, einmitt, en ég var nefnilega áðan að tala vetni sem að vissulega bara með mólmassan 2,02. Þannig þá hefur við náttúrulega fengið hérna allt aðra tölu. Þetta eitthvað röggsamir hérna, þetta eru atmosférur á lítra, mól og kelvin. Sinnum síðan þessi hérna 308,15 kelvin deilt með 4,50 lítrum. Og R-fastur þannig gerður að hann hérna með þægilegar einingar sem að styttast þá alltaf út, þannig að lítrar á móti lítrum, kelvin á móti kelvin. Þannig að eftir stendur einingir sem að maður að leita að. Og þarna fengjum við út 1,95 atmosféra. Það hefði sannarlega verið líka hægt að taka sem sagt til dæmis segjum súrefni og sagt þá að PO2 væri sama sem mól af O2 sinnum R sinnum T deilt með V. Og þá myndum við bara setja að gera nákvæmlega sama nema sama R, sama T og sama V. En þá fengið þú út sem sagt hlutþrýstingar og getur lagt þá saman. Og þá fengið þú í setja sömu töluna út. Já, síðan förum við hérna yfir í, það sem sagt, núna erum við komin með einhverja niðurstöður í dæmi B sem að voru þær, að því núna sem sagt B-liður, ílátið opnað og gaslátar verður STP aðstæður og það nú eitthvað sem við þurfum að læra líka, STP. Munið hvert hitastigið staðal temperature, pressure, það nefnilega 0 gráður Celsius, bara fyrir gas. En fyrir sko hérna delta H og öll gildi sem verið að gefa í töflum, alltaf 25. En fyrir gas, STP, að það þá þetta standard temperature og pressure, þá erum við með sem sagt 0 gráður Celsius, sem þá sama sem 273,15 kelvin og 1 atmosféra. Þetta eitthvað sem það þarf líka að læra utan bókar. Og bara þessar 0 gráður í stað fyrir 25, en það nú ekki dregið sem sagt eitthvað brjálæslega mikið fyrir að segja 25. Þannig að þið endilega látið ekki stoppa ykkur svona dæmum að við erum ekki með gildin. Það búið bara eitthvað til. Eða gerir svona einhverja áherslu. Þannig að þá í dæmi 2, þá eða B, þá komum við sem sagt inn með einhverja gasblöndu þar sem að við vorum með rúmmálið 4,50 lítrar, þrýstingin sem sagt 1,95 atmosférur og mólfjöldin hérna 0,347 og hitastigið var 308,15. Þetta hérna sem sagt það sem við leggjum upp með. Síðan talað sem sagt að ílátið sé opnað og gasbandan verður bara svona eitthvað við STP. Hvert verður rúmmál blöndunar og þá myndum við vera hérna með þessar STP aðstæður. Rúmmálið, nú það þá spurningamerki. Þrýstingurinn hins vegar 1 atmosféra. Við erum að tala sama sýni, þannig að við erum áfram með hérna mólin. Og hitastigið var þá 273,15. Þetta að vera kelvin hér. Og muniði eftir þegar þið vorum með þessi dæmi, að þá vorum við með þetta, það voru jafnvel setja það þannig við erum með PV sama sem NRT, að það jafnvel, ég held að það sem að Elva gerir, hérna efnafræðikennari, hún bara einangrar R-ið. R sama sem þrýstingur sem rúmmál deilt með mól sinnum T og hérna gildir þá að P1 sinnum V1 deilt með N1 og T1 sama sem P2 sinnum V2, N2 sinnum T2
Af því við vitum að R er fastur. En svo vill til að það sama gildir mólin, að við erum ekki að breyta þeim. Þannig að við getum stillt þau út. Og eftir stendur þá þessi hérna jafna að P1, VAF1, T1 er sama sem P2, VAF2, T2. Og þið eru með allar upplýsingar. Hérna erum við þá með hérna VAF1, P1 og T1, VAF2, P2, T2 og við ætlum að finna VAF2, þess að þetta hérna. Þannig að VAF2 myndi þá vera sama sem P1 sinnum VAF1 sinnum og þá færi T hérna upp á strik, T2, T1 áfram fyrir niðastrik og P2 fara niður. Sem væri þá, og svo er bara að passa sig hérna, kannski sérstaklega ég, að setja þetta rétt inn, 4,50 lítrar, P2 eru 273,15, deilt með T1 sem var 308,15 og P2 sem var 1 atmosfæra. Og þá fáið þið út hérna hvert er nýja rúmmálið. Og það reynist vera 7,78 lítrar. Þarna væri sem sagt verið að reyna að láta þetta dreifast það mikið að það verði nákvæmlega, þrýstingur verði 1 atmosfæra. En auðvitað maður opnar eitthvað ílátt, sem sagt út í andrúmsloftið, þá alltaf missir maður sem sagt gastegundir þar út í buska. Þannig að það myndi aldrei haldast innan einhvers svona 7,78 lítra sem sagt svæðis, nema með einhverjum hérna aðferðum. Já, bíddu nú við, þá er það, svo bara hérna, þá erum við komin yfir í kafla 7. Sem er svona kannski sá kafli sem að ég hérna kannski oft finnst minnst skemmtilegur. En hérna vonandi ekki með að eyðileggja það alveg fyrir ykkur þar á leiðinni. En þá ætla ég að þá erum við fyrst að tala jónunarorku. Og ekki taka þetta út bara. Svona. Hérna erum við með dæmi 4. Hérna er verið að tala eitthvað sem sagt óþekkt atóm og það er teiknað fyrir eitthvað fínt graf sem sýnir sem sagt jónunarorkuna og bara til að minna ykkur á hvað jónunarorka er. Að ef ég er til dæmis með klór sem að er tekin ein rafeind af, þannig að verður klór plus E mínus, þá kostar það ákveðna orku sem við kallum jónunarorka 1. Og þess að þetta rífa rafeind af klór. Svo heldur maður áfram hérna með klór plus og tökum næstu rafeind af því, þar við fáum hérna klór 2 plus 1 rafeind. Það er jónunarorka 2. Og síðan kemur klór 2 plus áfram og hérna það verður þá klór 3 plus og allt er þetta sem sagt eitthvað sem að klór líkar mjög illa að það sem að taka rafeindir af því. Og reglan er svo að hérna jónunarorka hún eykst í að það er alltaf meiri og meiri orka sem fer í að krækja rafeindum af efnum eða atómum. Af því að náttúrulega virka kjarnahleðslan er alltaf að aukast. Það er alltaf sem sagt, haldið fastar og fastar í þær rafeindir sem eftir eru. Og þar að auki þá hérna kemur alveg ekstra stórt stökk. Við getum sagt að við erum komin hérna í I7, það er búið að taka allar gildisrafeindir af klór. Og þetta heldur bara allt svona áfram. Þá kemur hins vegar eitthvað sem sagt rosalega stórt stökk yfir í I8. Og þarna á milli erum við sem sagt að byrja að taka kjarnarafeind.
Þá erum við búin að taka það gildisrafeindirnar og við erum farin yfir kjarnarafeindir. En ef við erum að skoða atóm sem að með það sem gefið upp hérna, nú þetta ekki klór, þetta bara eitthvað óþekkt atóm. Okkur gefið að jónanorka 1 sem 578 kilojúlamól. Svo erum við með jónanorku 2, 1817 kilojúlamól. Jónanorka 3, 2745. Og að lokum í 4, þá kemur þetta rosalega stökk sem ég talaði 11.577 kilojúlamól. Þannig að svona kannski lögð áhersla á það að það ekki eins og þetta sé sem sagt eitthvað svona lottóvinningur eða þetta sé svo mikill munur hérna. Heldur það að hérna erum við frá eitthvað svona sinnum kannski 2, en hérna það nálega sinnum 10 hérna milli. Sem að gera það verk og þetta sérlega stórt stökk. Og svo spurt, hvaða hérna, já, útskýrðu stuttlega hvað þriðja jónanorka Ok, það þá kannski var hann bara svarið við sem sagt þessu síðasta, þetta dæmi A, að þriðja jónanorka bara þegar við viljum taka þriðju rafeind af, rafeind 1 og U1 sem að þarf að koma fram líka, að þessar jónanorkur eru alltaf mældar, þannig að þetta allt í gasfasa. Þannig að í svona dæmi þá gæti þið tekið dæmi það að það bara taka orka sem kostar að taka þriðju rafeind af efni í gasfasa. Svo kemur hérna útskýrðu af hverju jónanorka vex með hækkandi jónunarorku. Og það þá, ég má taka þetta hérna út. Þetta var A, B, þá erum við að spyrja af hverju þetta að vaxa sem sagt og þennan hátt. Eftir því sem við erum að taka fleiri rafeindir af. Og þetta þá að virka kjarnahleðslan sem við hérna kallum ZF. Þetta sem sagt svo hleðsla kjarnar sem að togar í rafeindirnar. Að hún verður alltaf sem sagt hérna mikil virkari eftir því sem það eru færri rafeindir sem hún þarf að toga í. Þannig að það verður sem sagt verður hérna séu bara áhrifameiri. Við erum alltaf ekki að tína í burtu rafeindir, nei hérna róteindir, þetta rafeindir, þannig að við erum alltaf með sama róteindir hérna í kjarna, en við erum alltaf að fækka rafeindir við kring. Því færri sem rafeindir verða. Þannig að ef við erum með eins og klór, þá erum við með hérna, man ekki hvort það voru 12, 11, alltaf hvort það séu 18, nei það eru 17 rafeindir. Klór sem sagt 17 Cl, það sem með 17 róteindir og 17 rafeindir. Ef við erum með klór sem með 17 rafeindir, þá þurfum þessar róteindir að halda í þær. Ef við erum búin að taka burtu af klór, þannig að við erum búin með klór hérna 7 plús, það er búin að hirða af því, 7 rafeindir, þá eru þessar hérna 17 róteindir náttúrulega miklu betri málum að halda í þær, sem eftir Þannig að við getum sagt sem sagt að aðdráttarkraftar sem sagt hérna aðdráttarkraftar minnka, aukast á, sem þetta sem sagt aðdráttarkraftar. Og þá þýðir það náttúrulega það að það haldið fastar alltaf í rafeindirnar sem eftir og þess vegna það alltaf meira og meira orku til þess að krækja þeim í burtu. Nú, síðan komið þessu sem ég byrjaði þarna strax á sem sagt, í lið C. Þá sem sagt nefndu atóm sem gæti haft þessi gildi hérna á jónanorku og þetta þá efni sem hefur hérna í rauninni. Ef að þetta hérna eitthvað sem svona eðlilegur vöxtur, þá getum við sagt að þetta efni hafi 3 gildisrafeindir og þetta hérna væri kjarnarafeind. Og þetta gæti þá verið hérna eins og til dæmis
Því ég teiknaði áðan lotukerfi þar sem við erum með ein gildisafinn 2, svo reyndar eru nú 3 hérna fyrir fyrsta desírúmið, svo fyrir við hérna upp, hérna eru 3, hérna eru bór og ál. Þetta gæti sett verið til dæmis þetta, þá ætlum við að taka 3, 4 er kjarnavafinn. Þannig getur sagt að þetta gæti verið bór eða ál og svo var líka tekið hérna til dæmis sem títan eða TI sem kannski heitir ekki títan af því að já, ég get að henda öllu dótinu frá mér. Já, en allavega þá erum við þá með það að að það gæti líka verið eitthvað af þessum atómi sem eru hérna í hliðarmónunum. Þar myndi það alls þar gilda að þið takið 3 í burtu og svo kemur ekstra stöð. Já, nei, ok, þá er 7. kafli búinn, eða kannski er hann ekki búinn, en allavega þá erum við komin núna í 5. kafla sem er hérna Hess-lögmál. Já. Hérna það kemur sem sagt við getum sagt að svona mín reynsla sú á öllum gamla stúdentsprófum sem ég hef skoðað hérna bæði í, já aðalega kannski 7. bekk en að þetta er náttúrulega bara annað skipti sem að eðlisfræði er að klára stúdentspróf öðru árið. Og hérna erum við þá með, þetta er Hess, sem er að segja ykkur það að delta H fyrir eitthvað hvarf sama sem summa hvarfverma úr hverfum sem það eru lögð saman. Og hérna vorum við með einhverju gefið efnahvarf sem þið ætlið svo að reyna að fá, sem er C2H6 pluss 7 flúor verður að 2 CF4 pluss 6 HF. Þetta myndi vera hvarfi sem þið eigið að fá út og það er búið til úr 3 hvarfum eða það sem sagt þið eigið þurfið að nota 2 hvarf til þess að búa þið til sem eru 2, þetta er kolefni fast pluss 3 H2 gas verður að C2 og af því að þið eru með þetta fyrir framan ykkur og að ef þið sjáu að ég er að skrifa upp eitthvað vitlaust þá látum við vita. Og hérna er delta H, þetta fyrir ofan, sem er 84,7 kilósögur. Hvarf 2, fast kolefni líka, pluss 2 F2 gefur CF4. Ég vil taka þetta út. Þetta er gas og hérna er delta H2 sama sem minus 680,0 kilósjúl. Og að lokum 3 H2 pluss F2 delta H3 er sama sem minus 537 kilósjúl. Nú, það sem að hérna maður byrjar að gera hér er að finna svo þetta er það sem við viljum fá út, þessi hérna efni með þessum stuðlum og í þessari röð, þess að myndefnamegin annars vegar og hvarfefnamegin hins vegar. Og þá leita maður að efnum eins og þetta hérna efni, það er bara hér. Þannig að eina sem við viljum gera er að láta þetta efni verða hérna megin til þess að það geti farið inn í þessa hérna að verða myndefni. Þannig að við snúum þessu við og þegar við snúum efnahvarfi
þá snúið þið líka, þá margfaldið í rauninni líka með -1. Þannig að formerkið breytist og verður plús. Þannig að það það sem þið myndi gera þar. Svo erum við með CF4 næst. Og það er að nota efni sem eru bara hérna á einum stað. Og CF4 er bara hérna. Og hérna sjáum við þá að þið eru með þetta er hvort tveggja myndefnamegin, en það er bara eitt hérna. Þannig að hérna þurfum við að margfalda þetta með 2 til þess að fá 2 hér. Þannig að hérna myndum við segja sinnum 2 og þá gerum við líka það sama hérna. Sinnum 2 og þá margfaldar maður líka hérna hvarvermið. Og þá er eftir já, HF, það er bara hérna. Þannig að hérna, þegar við erum hérna með HF, þá myndi ég velja þess að það núna og HF hér, af því að þetta F2, það er á 2 stöðum. Þannig að mér finnst betra að þurfa ekki að nota það til að stilla efnajöfnuna og krossa svo bara fingur og það stillir sig sjálft ef ég stilli hitt rétt. Þannig að hérna er ég með 6HF sem er myndefnamegin. Þarna þarf ég þess að það bara margfalda þetta með 3 til þess að þetta verði 6HF eins og þetta hérna. Og þá margfaldi ég líka þetta með 3. Og ef að þið eru mjög góð með ykkur og hérna eru nokkuð viss það að þið séu búin að gera þetta allt rétt, þá er alveg nóg að segja bara plus 84,7 plus 2 sinnum mínus þetta, plus 3 sinnum mínus þetta og þá erum við komið með töluna út. Ég hérna yfirleitt að ég leði þetta þannig að ég geri þessa hluti, prófa sem sagt að snúa þessu við og sjá hvort þetta styttist út. Verður þá að vera 2C plus 3H2. Og hérna er þá delta H saman sem plus 84,7. Þetta margfaldið með 2, þannig að þetta er 2 sinnum kolefni plus 4 sinnum F2 eru 2 sinnum CF4 og hérna fáum við þá plus 2 sinnum mínus 680 og hérna margfaldið með 3, þannig að 3 sinnum H2 gas plus 3 sinnum F2 og það verður þá 6 sinnum HF. Og hérna myndi þá verða plus 3 sinnum mínus 537 kílósjúl. Og svo þegar maður leggur þetta saman, þetta, já, ég verði ennþá inni, þá sjáum við að hérna getur við stytt út, þetta kolefni er ekki þetta til staðar, en það sem er þá hvarfefnamegin og myndefnamegin styttist út hvert á móti öðru. 3H2 hérna á móti 3H2. Hérna við erum með F4, þetta gefur til saman 7. Þetta er efni sem við höfum áhuga á að halda inn og það styttist ekki út. Og þessi 2 eru hér. Þannig að þetta passar og út úr þessu fengjum við þá C2H6 gas plus 7F2. Það leggir saman það sem er þá sömu megin við örina, ef það er eins. Það styttist út ef það er sitt-hvor megin við. Og þetta myndi gefa 2CF4 plus 6HF. Og út úr þessu kom mínus 2886. Og hérna sem sagt, erum við með einhverja 2 stafi eða 1 aukastaf fyrir aftan komum við þessari stærð en ekki þeirri síðustu. Og fyrir vikið þá getum við ekki verið með komma hérna. Þessi reikningar.
En hérna hefði líka bara með því að leggja þetta saman, það hefði bara fengið þessa hérna tölu. Ok, og núna þá komið að hérna 15. kafla og svo þarna hérna metankorfast við brennisteins-vetni samkvæmt einhverju efnahvarfi og K-C er gefið. Í 0,50 lítra gassylki 1 mól af þessu, 1,5 mól, 2 mól og 0,75 og athugaðu hvort að það sé jafnvægi í gassylkinu. Þannig að hérna í þessu dæmi, þetta kafli 15. Já, þetta kafli 10. Nei, fyrirgeðu, þetta kafli 5. 5. kafli. Þess að hérna þessum að Hess og Coffee Cup, hérna mælingarnar, brennslu, eða hvað þetta heitir hérna, frauðplast mælingarnar og það. Þegar delta H kemur þá fyrst sumarið. Hérna ætla ég þá að stróka út bara þennan hérna hluta. Og erum þá komin að dæmi 6. Þar sem við erum hérna með CH4 pluss 2H2S jafnvægi CS2 pluss 4H2 og okkur er gefið það að KC er saman sem 0,036 og það er við 960 gráður Celsius sem að væntanlega þarf ekki að nota í þessu dæmi. Svo er okkur gefið það að við erum með eitthvað gassylki sem að hefur rúmmálið 0,50 lítra og sem sagt hversu mörg mól við erum með af hverju hérna. En ef ég setja bara þetta fyrir ofan, að það var þá 1 mól, 1,50 mól, 2 mól og 0,75 mól. Að hérna er það gefið þá hversu mörg mól við erum með af þessum efnum hérna í. Og það sem þið þurfið að gera er sem við munum sem sagt að jafnvægisjafnan, sem að ykkur mun líklega aldrei líða úr minni, að það eru þá myndefni, CS2 og í veldinu sem að hérna stuðullin er. Og hérna má ég taka öll efnina því við erum allstaðar með gas. Þannig að hérna þið passi ykkur ef það er solid eða liquid, að það myndi ekki koma inn. Deilt með styrknum af CH4, sinnum styrkurinn af H2S í öðru, að þetta hérna á að vera 0,036 ef að efnahvarfið er í jafnvægi. En nú er spurt sem sagt, með þessi mól efnahvarfið í jafnvægi eða ekki. Og þá þetta byrja bara á því að þetta hérna eru styrkir og þið fáið gefið mól, að þið verði að byrja á því að finna mólið. Er mólstyrkin. Þess að styrkur er sama sem N deilt með V. Þannig að hérna væri við með sem sagt 1,0 deilt með 0,50. Hérna væri það 1,50 deilt með 0,50. Já. Ekki nota bara mólið. Nei, ekki út af þessum hérna öðrum veldum, út af veldunum. Þá styttist það ekki eins út eins og maður myndi vilja. Og hérna var það 0,75 deilt með 0,50 og þetta gefur hérna að þá erum við með sem sagt styrkinn, hvað erum við með þetta? Það er svo 2 mól, ekki 2 mól heldur mólar. 3 mólar. Hérna var það 4 mólar. Og hérna erum við með 1,50 mólar.
Og það sem við gerum núna, nú spurt hérna, þetta hvarf við jafnvægi? Og ef það ekki við jafnvægi, segi þá í hvora áttina eftir hverju þarf að ganga til þess að verði jafnvægi. Þarna farið allan yfir í að nota þetta hvarfkvóta. Það sem við vorum með hérna, að þessi hvarfkvóti, að QC, hann hérna með nákvæmlega sama jafnan hérna og ef að hann hérna gildið það sama KC, þá efnahvarfið í hérna jafnvægi. Ef að QC minna heldur en KC, þá þýðir það að við erum með of mikið af hérna hvarfefnum. Það of mikið fyrir neðastrik. Ef að KC herra. Þannig að hérna myndum við segja, nei, þetta ekki jafnvægi og það þarf að ganga til myndefna. Ég segi bara of mikið hvarfefni. Ég alltaf nota tækifæri með smá upprifun í leiðinni. Þetta þurfum alltaf ekki að skrifa þetta á prófunum. Og hérna, ef að QC stærra heldur en KC, þá þýðir það að við erum með meira af myndefnum heldur en hérna passar við jafnvægið. Þannig að þá hvarfið nei, það ekki jafnvægi, þá of mikið hérna myndefni og þetta gerist náttúrulega þá aftur ef það of mikið hvarfefni, þá gengur það til myndefna og ef það of mikið af myndefni, þá gengur það til hvarfefna. Þannig að þetta þá þessi átt sem það gengur í. En það sem þið gerið að þið setið bara inn í hérna jöfnuna. Takið hérna, þetta nákvæmlega sama jöfnan, nema núna takið þið þessar hérna tölur sem sagt. Og hérna kemur nú annar staður sem ég þarf að passa mig mjög mikið á þegar ég set inn í svona og ég tala ekki að muna eftir veldurum líka. Þegar ég breyti þessu í alveg tölur. Þetta fjórða veldi. Þetta eru hérna 2 og 3 í öðru veldi. Út úr þessu kemur talan 1,13 sem stærra heldur en 0,036. Þannig að hérna erum við með þess að hérna möguleika. Ég ætla ekki að segja sviðsmynd og nú náttúrulega búin að segja það samt. En hérna erum við þess að með meira hærra heldur en þannig að þýðir það hvar ekki jafnvægi og endilega bara skrifið það. Nei, hvar ekki jafnvægi. Það er að gera prík fyrir það. Ekki í jafnvægi og hérna, og það þá, ef þetta of mikið, það þýðir of mikið fyrir ofanstrik. Þannig að það of mikið af myndefnum, of mikið af myndefnum. Ég skrifa hérna fyrir ofanstrik. Hvarf gengur til hvarfefna. Ágætt að sýna það með þau líka. Já. Niturmónoxíð. Já, hérna bara verið að gefa okkur hérna jafnvægisfasta. Hérna erum við ennþá í hérna kafla 15. Hérna okkur gefin jafnvægisfasti fyrir hérna efnahvarf og svo okkur gefin hérna þess að hversu mikið styrk við byrjum með. Þetta þess að mólolítra eða mólar af hvarfefnum en okkur vantar myndefni. Þannig að hérna þetta -6 pluss 2x í þessu tilfelli. Þetta dæmi 7. Já, þið farið bara eins og þið þurfið og ég held áfram að mala hérna eins og engin sem morgundagurinn. Þetta var það dæmi 7. Hérna ennþá 15. kafla.
Við erum með N2 pluss O2 jafnvægi 2NO krass. Og svo ykkur gefið hérna í dæminu að þið eru með 0,60 mól og þið eru með sem sagt 1 lítra. Þannig að við erum með hérna að mólfjöldin er í rauninni sama mólstyrkurinn. Þannig að við erum með 0,60 mólastyrk hér í upphafi. Það var N2 og hitt var 0,4 mól, 0,40 mól. Þetta er deilt með 1 lítra líka, þannig að við erum bara með 0,40 mól. En passa ykkur á því að breyta alltaf í mólstyrk þegar þið eru í þessum dæmi. 0,60 og 0,40. Og þá hér þetta að KC sé sama sem 0,10. Og munið það, þegar ykkur er gefinn styrkur af hvarfefnum, að þá er ekki tekið sérstaklega fram að þetta er sama sem 0. Síðan verður ykkur breyting og hún er þá alltaf mínus x, það eyðir sem sagt eitthvað mínus x og hérna er við alltaf með stuðulinn 1 sem er ekki skrifaður. Að þá verður sem sagt að setja hérna pluss 2x sem að myndast. Þannig að við jafnvægi þá erum sem sagt búin að eyðast eitthvað sem hefur þessu x-i af, já, ég er ekki að setja eftir 2, og 2x. Og þið eigið að finna hver er mólstyrkur þá hverrar hérna í jafnvægi. Þannig að við þurfum að finna x-i og það gerum við með því að setja þetta þá inn í jafnvægislíkinguna. KC er sama sem styrkurinn af NO í öðru veldi deilt með styrkurinnum af N2 og styrknum af O2 sem er sama sem og hérna held ég legg alltaf ríka áherslu á það að muna það að 2x í öðru er sama 4 sem sagt svíinn að setja líka annað veldið á 2. Og síðan erum við með 0,60 mínus x, 0,40 mínus x. Það er sama sem KC sem er 0,10. Og þá erum við þetta komið með þetta hérna að 4x í öðru er sama sem 0,10 sinnum og svo margfald er hérna upp úr þessum sviga sem að var, þegar margfald þetta saman, þá kemur hérna x í öðru mínus 1,00x pluss 0,24 og til að gera langa sögustutta þá enda ég með annarra gráðu jöfnuna 3,9 x í öðru pluss 0,10x mínus 0,024 er sama sem 0. Og svo er það náttúrulega bara stundum að setja þetta inn í þessa D-jöfnu. Svo hérna. Og hérna á þessa jöfnu fáið alltaf gefins á prófi. Þó að hérna þau kunnið það nú eflaust, hérna, þetta var hvað ekki B í öðru mínus 4 sinnum A sinnum C deilt með, er ekki 2A. Og þið setið inn í þessa jöfnu og í þeim tilfellum að þið eru með hérna mínusskildi hérna, þá spara ég mér venjulega að reikna mínusskildið, að ég veit að mínus og svo dreg ég ennþá meira frá, hlýtur að verða ennþá stærri mínustala. En út úr þessu fæ ég, hérna, ef ég bara klára og finn x-ið, við erum búin að setja allt þetta inn, að þá fáum við, ég ætla kannski rétt að segja og setja hérna upp, þess að mínus 0,10 og svo segi ég bara pluss, en það er alltaf hægt að gera mínus líka, en ég læt plussin duga
0,10 öðru mínus 4 sinnum 3,9 sinnum mínus 0,024 og svo þarf að passa sig örlítið hér að ég gerði nú þau mistök þegar ég var að reikna út prófum daginn að segja sér bara 2 að því ég er svo vönð í að x í öðru sé 1 í svo mörgum dæmum en það náttúrulega 3,9 og x var 0,0667 mólar. Og það talað þegar það talað reiknaðu móstyrk hverrar gastegundar í ílátinu við jafnvægi, að þá ekki nóg að láta það duga að finna x-ið, heldur virkilega að setja það þá inn. Þannig að myndum við þá fá að niðurstaðan væri að styrkurinn á N2 í jafnvægi 0,60 mínus x eða 0,60 mínus 0,0667. Þetta var sama sem 0,53 mólar. Svo maður alltaf líka í þessu að svo jafnvægisfastarnir alltaf 2 marktækistafir. Það alveg sama hversu nákvæma styrki maður með í upphafi. Ef það eru bara 2 marktækistafir í jafnvægisfastarnir þá útkoman ekki svo nákvæm. Síðan erum við með 0,40 mínus x eða 0,40 mínus 0,0667. Ég ætla að sjá hvort það séð. Það séðast að það náist annars. Þannig að myndum við vera með 0,33 mólar og að lokum að fyrir þá NO þá erum við með styrkuna NO jafnvægi þá tvisvar sinnum x eða tvisvar sinnum 0,0667 sem sama sem 0,13 mólar. Þannig að þetta væru þessi endanlegu svör. Nú erum við svona detta nær og nær. Nær og nær því þar sem við erum svo nýbúin að vera í efninu. Næsta dæmi væri að finna prósentjónum fyrir sýru og pH fyrir bensósýru. Og ég tek bara út þetta hvarf í byrjun. En ég skal ekki taka þetta strax. Þú þarf að taka allt út í hérna. Já, það. Það er alveg til að samt að halda niðurstöðunum aðeins áfram en tek niður. Svona. Þá ég með, má sjá, dæmi 8 og erum við með bensósýru og þá farið við bensósýra og hún gefin H7, H5 og 2 og farið við bara í töflu og finnið Ka-gildið. Og Ka-gildið 6,3 sem 10 verður mínus 15. Þannig ef það gefið Ka-gildið, þá eigið þið að finna það bara í töflunni. Og við erum beðin prósentjónum og pH, þannig að nú erum við bara að finna aftur x. Þannig að erum við þá með þurfum við að geta sett upp hvörfin. Og sýrukvarfið þá bara alltaf að kljúfa sýruna upp í H+, plus C7, H5 og 2. Og okkur gefið að við byrjum með 3,25 sem 10 verður mínus 3 mólar. Og síðan erum við bara með 0 og 0. Þetta var þá upphafsstyrkurinn, breyting og jafnvægi. Og verðum við með mínus x, plus x og plus x. 3,25 sem 10 verður mínus 3, mínus x,
X og X. Og hérna enn og aftur, það alltaf að setja upp jafnvægisjöfnuna, eða jafnvægislíkinguna, þannig að hérna erum við með KA, bara það sem A bara stendur fyrir sýru. Við mega eiga það, hérna þessi sýrudæmi, hérna maður alltaf bara með stuðlana 1 og 1 og 1. Og hérna áttu glemdi ég nú að setja mínus hér, þannig að það er C7, H5 og 2 mínus, deilt með upphafssýrunni, HC7, H5 og 2. Og þetta er þá bara X í öðru, deilt með þetta hérna verður sama sem 6,3 sem 10 veldur mínus 5. Þegar ég sé svona lítil mun, þannig séð á jafnvægisfastanum og hérna upphafsstig sýrunar, þá er svo frekar ólíklegt að maður geti gert nálgunina. Ég ætla bara að tékka á því, en ég er svo nokkuð viss um því að það sé ekki hægt að gera þessa nálgun að þetta sé nokkur þegar sama og þetta. En það gerum við alltaf þannig að það er bara sama sér kvadratrótin af upphafsstyrknum 3,25 sem 10 veldur mínus 3, sinnum jafnvægisfastinn 6,3 sem 10 veldur mínus 5. Og það gefur þá út eitthvað gildi fyrir X út frá nálgun. Kvadratrót mínus 3 sinnum 6,3 X mínus 5. Hérna fæ ég sem sagt að X væri 4,52 sem 10 veldur mínus 4. Og svo deili ég í það þá með hérna upphafsstyrknum til að sjá, ok, er X það lítið miðað við það, 3,25 sem 10 20 mínus 3, 700. Þetta ger ég bara oft í reiknivélinni, ég er ekkert að skrifa þetta niður, sérstaklega með grun að þetta kom illa út. En hérna er ég með 4,52 í veldinu mínus 4, deilt með 3,25 í veldinu mínus 3 og þetta er sem 700. Já, ég er hérna með 14% skekkja og við miðum sem sagt við 5%, að það sleppi ef það er ekki meiri skekkja en það. Og þetta er stærri en 5% sem þýðir það að það þarf að taka hérna þá annarra gráðu jöfnu og leysa með þessari D-jöfnu. Það er gamla góða þessi hér. Það sem að þetta hérna var, þetta næri ekki lengra. Ég þarf að leysa þessa jöfnu og út úr henni, bara svo að hérna já. Það er eitthvað jafna sem að ég í sjálfu sér ég hef ekki notað sem að þetta er lausnir frá mál. Að hann notar hérna þegar hann er að reikna út þetta gildi H plus eða X, að þá er hérna það er allt í lagi til að sjá þessa jöfnu, að þá er það KA gildið í öðru veldi mínus 4 sinnum styrkurinn af upphafsstyrkurinn á sýrunni sinnum KA gildið mínus KA deilt með 2. Ég tek það fram, ég hef aldrei notað þetta áður. En þetta er þá í staðinn fyrir að gera þessara annarra gráðu jöfnu. Veit ekki hvort þetta gefið á hérna blöðunum eitthvað. Þetta væri þá með KA-gildið 6,3 sem 10 veldinu mínus 5 í öðru veldi, mínus 4 sinnum og þá erum við bara hérna með 3,25 mínus 3, sinnum hérna jafnvægisfastinn, 6,3 sem 10 veldur mínus 5 og þetta sé mínus 6,3 sem 10 veldur mínus 5. Það er rétt að tjekka hvort þetta sjáist. Já.
Og þetta deilt með 2 og það gefur 4,22 sem 10 veldur mínus 4 mólar. Þannig að þetta væri þá H-ið, eða sem sagt þetta hérna er sama og X sem er sama sem styrkurinn af H+. En hin leiðin alltaf hefði bara verið að leysa upp úr þessari jöfnu, sem sagt svona bara þessari hérna jöfnu, eins og hérna ég hef gert. Þetta auðvitað mjög þægilegt, þetta áður hvort þessi gefur á jöfnublöðum. Allavega, þá getum við sagt að prósentjónun, hún í rauninni bara fundin alveg eins og skekkjan. Þannig að þið takir þá hérna X-skildið, þegar núna er það eitthvað annað heldur en samband nálgun, deilt með upphafssýrugildið, mínus 3 sinnum 100, þetta gefur 13%, það væri svona í samræmi við að þetta væri eitthvað í kringum 14, og að pH, líka beðum, er mínus lóðurinn af H+, eða mínus lóðurinn af 4,22 sem 10 veldur mínus 4, eða 3,37. Þetta væri það gildi. Sjá. Síðan er hérna Henderson, Hasselbalch Henderson. Hérna erum við komin hérna yfir í Nei, hérna erum við komið basa líka. Þetta var A í 8. dæmi. B erum við þá, sem sagt, byrjuði með Na, C3, H5, O2. Ef þið sjáið natrium einhvers staðar, þá losum við það. Þá erum við sem sagt með basa. Þannig að hérna, þetta var A. Í B hins vegar, þá er okkur gefið það að þið eru með 0,0125 mólar Na, C3, H5, O2 og þetta hérna þýðir það að þið eru með hérna að sem sagt natrium, það fer bara út og þið standið eftir með daufa basan C3, H5, O2 mínus. Og þið þurfum þá að geta sett hann upp eða gert hérna basahvarfið. Þeir eru komið með þennan basa og það tekið fram sem sagt að þetta sé hérna natrínprópanat, þannig að þetta er svona própansýra sem að hérna er tilsvarandi sýra. En fyrst myndum við gera efnahvarfið. C3, H5, O2 mínus og svo þurfum við alltaf að segja plus H2O. Og þá fáum við út þessa tilsvarandi sýru, H, C3, H5, O2, plus OH mínus. Svo er ykkur gefið hérna í upphafi, þá erum við með 0,0125 mólar. Af því ef þið eru með þennan styrk af hérna saltinu, þá erum við með sama styrkir hér á þessu. Og svo er þetta bara engilstyrkur, 0 og 0. Þetta er það út. Já, síðan ætlum við vera með breytinguna, mínus x, plus x og plus x. 0,0125 mínus x, x og x. Það sem þurfa að passa okkur á hérna er að þið eru með basa en í hérna gildi sem þið fá að gefis eru bara Ka-gildi. Þannig að við þurfum að finna Ka-gildi fyrir þessi tilsvarandi sýru og það finnum við í töflunni. Ka fyrir hérna þessa própansýru
má sjá, 1,3 sem 10 veldur mínus 15. Og þið þurfið að nota KB. Þannig að basafastinn 1,0 sem 10 veldur mínus 14 deilt með 1,3 sem 10 veldur mínus 15 og hérna fæst þá út svo 7,7 sem 10 veldur mínus 10. Þetta hérna þá, hérna ég eins og mjög svona bjartsýn á það að þessi hérna litli fasti og þessi hérna hái uppástyrkur miðað við fastan gerir það verkum að við getum notað hérna nálgun. Og getum sagt þess að þetta hérna sé nokkur með sama 0,0125 að því x svo lítill. Og þegar ef jafnvægisfastinn agnar lítill þá þýðir að það mjög lítið sem að fer yfir í hvarfefni. Og þá ætla ég bara aftur að gera þetta hérna, sem sagt að segja að KB sama sem styrkurinn af sýrunni sinnum styrkur af OH- deilt með upphafsstyrknum af basanum C3H5 O2- eða x í öðru deilt með 0,0125 mínus x og svo ætla ég að gefa mér það og reikna samt 0% skekkjum að þetta sé bara x í öðru deilt með 0,0125 og það sé sama og basafastinn 7,7 sem 10 veldur mínus 10. Og þegar ég leysi þetta þá ég komið með eins og áðan að x bara sama sem þá ég bara að færa þetta hérna yfir og taka svo kvadratrót að það sé 7,7 sem 10 veldur mínus 10 sinnum 0,0125 þetta gefur mínus 10 sinnum 0,0125 3,10 sem hérna 10 veldur mínus 17 mólar og svo tékka ég á skekkjunni ég það bara með græna því þetta x-ið og svo tékka ég hvort þetta sé í lagi og þá deili ég með upphafsstyrknum 0,0125 sinnum 100 deilt með og þetta gefur mér skekkjuna 0,025% sem náttúrulega miklu minna heldur en 5%. Þannig að skekkjan ok og þá ég komin með gildinni. Þess að þetta sama sem x og x ekkert annað heldur en OH-. Þannig að þetta styrkurinn af OH- og í þessu dæmi væntanlega beðið að finna pH-gildið. Þannig að hérna getur þá þannig að þið passi ykkur á í þessum basadæmum að stoppa ekki hér þó maður fá náttúrulega helling fyrir það heldur að fara þá líka yfir í það að finna til dæmis pOH. Já, áttum við að finna Já. Var skylt að finna prósentuna í B-liðnum? Í B-liðnum þá áttum við að maður þurfi að tjekka á því hvort þetta sé í lagi. Já, maður gerir það venjulega. Jú, ég myndi segja það að þið skyldu alltaf gera það í prófi. Að það sé gerir svona, sko, að fólk fái fullt fyrir dæmi ef það notar ekki skekkjuna. En ef það fer þá, sem sagt ef það notar ekki nálgun, þá fær það alveg fullt fyrir dæmið. Ef þú notar nálgun þá kannski svona réttlátt innan gæsalappa að sýna fram á það að sé í lagi. Mínus lógaritminn af 3,10 sem 10 veldur mínus 17. Þetta gefur gildi 5,51 og síðan við með það sem sagt að pH þá sama sem 14
mínus pH eða 5,51. Þannig að sýrur sem sagt pH-gildið er 8,49. Svona. Síðan kemur basadæmi næst og við sleppum svo dæmi 10 þegar við fórum ekki í þann kafla. Þegar við sleppum hraðafræðinni. Þannig að hérna er þá komið hérna dæmi jafnalausn. Það er dæmi 8, nei það er ekki dæmi 8, það er dæmi 9. Hérna er sem sagt tekið fram að þið eru með 150 millilítra af 0,125 mólar og hérna erum við bara með ethixsýru, HC2, H3O2 og þessu blanda saman við 200 millilítra af 0,150 mólar natríum eða sem sagt NaC2H3O2 og eins og áður þá munið þið bara það að þegar ykkur er gefið eitthvað salt að þá þið bara takið þið burtu natríum og þá þið komið basa. Þegar þið fáið svona jafnalausn þá erum við sem sagt með efnahvarfið að það sem sagt þetta HC2, H3O2 og þetta hérna er í jafnvægi H+, C2H3O2 nema það að ólíkt svona þessu venjulega, hérna erum við með eins og ég hef áður sagt eina sýrufasta sem ég kann utan að svona skamlaust er fyrir ethixsýru en hérna í upphafi þá okkur gefinn einhver styrkur og þið þurfum að finna styrkina því núna þið að blanda saman tveimur lausnum hérna þurfum við að nota jöfnuna fyrir sem sagt bæði þessi efni að upphafsstyrkurinn og upphafsrúmmálið sama sem styrkurinn eftir blöndum sinnum lokarúmmál og þetta þurfum við að nota í báðum tilfellum. Af því við þurfum að finna sér hverjir eru styrkirnir en þið þurfið ekki en hins vegar að við erum með jafnalausn þá eru þið bara í bestu málum ef þið farið yfir í að nota þessa Henderson-Hasselbalch-jöfnu þar sem að við gerum bara alltaf þessa nálgun að x-ið sé svo lítið að skipta ekki máli sérstaklega þegar x er alltaf miklu minna líka í jafnalausnum heldur en í venjulegri döfum síðar döfum basa. Þannig að þá erum við með það að pH er sama sem mínus lóðin af Ka-gildinu plús lóðin af og þá það styrkurinn hérna af basanum C2H3O2 og sýrunni C2H3O2. Þannig að þið eruð með Ka-gildi, það bara þetta gildi. Við þurfum að finna hverjir eru þá styrkirnir af hinum efninu. Og þá getið fundið það að styrkurinn af HC2H3O2 í jafnvægi sama á C1 sinnum VF1 deilt með VF2. Það sem að VF2 ekki bara með summan af þessum tveimur lausnum sem við að blanda saman. Það 200 pluss 150. Men hérna myndum við taka, þið erum með styrkin 0,125 mólar, sinnum 150 millilítrar, deilt með, segjum bara 0,125 pluss 0,200 millilítrar. Og þetta gefur 0,0536 mólar. Og styrkur síðan af basanum, það gerir nákvæmlega sama. Þá C1, þar
0,150 mólar. Nú það þessi kjarnagifti sem það að setja inn, sinnum 200 millilitra og svo það deilt náttúrulega með sömu, sama rúmmálinu 0,200 og þetta gefur styrki 0,0857. Þessi gildi mega svo bara fara beint inn í þessa jöfnu, KA hingað. En auðvitað verið að segja í þessu eftirfari, þau eru búin að finna styrkina. Þetta upphafsstyrkurinn hér. En þið þurfið ekkert að 0 og síðan erum við með 0,0857 og síðan erum við með breytinguna -6, +6, +x og það má alveg setja upp í jöfnu og reikna x upp út úr því. En það langt þægilegast að fara bara beint í Henderson-Hasselbalch og segja mínuslóðin af 1,8 sem 10 veldur -15 plúslóðin. Þetta aðalrugglishættan að setja óvart gildi fyrir sýruna fyrir ofan. En myndi þá þetta vera fyrir ofan 0,0857 deilt með 0,0536 og þetta gefur okkur þetta var sem sagt 4,74 pluss 0,204 eða 4,94 væri pH-gildið. Þetta er mjög þægilegt. Þarna erum við alltaf að gera þessa nálgun að þetta -6 og +6 sé í rauninni skiptir ekki máli og bara styttist út. Já, dæmi 10, við sleppum því, það er þarna 14. kafli. Við förum beint yfir dæmi 11, þar sem við erum bara komin nákvæmlega þar sem við erum núna og það að ákvarða oxunartölur. Nú þess að taka burtu þetta og svo getur þið alltaf slökkt á mér og sett mig á pásu á YouTube ef ég er eitthvað að stróka og hratt út. Hérna á sem sagt að ákvarða oxunartölur. Þetta 11. dæmi. Ég segi sem sagt 10 sleppt. Þetta sem sagt 14. kafli sem við slepptum. Dæmi 11. Þetta þá 20. kafli. Hérna er að finna oxunartölur og það TC og 4 mínus og það á að finna þá fyrir undirstrikaða atómið, N og 2 mínus, svo þetta mynd megin, en þetta bara svo til þess að finna oxunartölurnar fyrst, undirstrikað og N og 3 mínus, undirstrikað. Hérna eru það þá þessar reglur sem við notum við oxunartölur. Og við vitum að súrefni alltaf -2 og við erum með 4 slík, þannig að 4 sem -2, summan -1. Þannig að þetta þyrfti að vera +7, af því +7 -8 -1. Þannig að það +7 fyrir þetta. Hérna myndum við vera með 2 sem -2, þannig að við erum 2 súrefni hér. Summan -1 og hérna myndi þá N þurfa að vera væntanlega +3 það ekki. +3 -4 -1. Þannig að það væri þá svarið hér. Hérna erum við líka með 2 sem -2. Summan sama sem 0, af því það engin hleðsla hér. Og þá myndi þetta þurfa að vera +4. Og að lokum fyrir N og 3 mínus að þá það 3 sem -2, summan -1 og hérna værum við þá með -6 +5. Það sjá svona sem ég ekki að neina glóriu, +3, já og þetta hérna gengur aftur.
Og svo sem sagt stilling á einu efnahvarfi í basískri lausn. Og bara svona til upprifjunar að það sem við gerum þegar við erum með basíska lausn var í fyrsta lagi var þá þetta efnahvarf að ykkur náttúrulega gefin þessi hvarfefni yfir í lindefni. Og ég legg alltaf áherslu á það sem sagt að ef að við erum með eitthvað svona fjölda, að þið stillið fjöldan strax, eins og þetta ef við erum með CL- verður CL2, að þá myndi ég setja 2 hérna áður en lengur haldið. En það eru reyndar ekki staðið í þessu dæmi sem við erum að fara að gera. Í öðru lagi, þá myndum við finna oxonatölur. Það var eitthvað sem við erum svo búin að gera hér. Í þriðja lagi þá þurfum við að sjá hvernig oxonatölur breytast. Breyting á oxonatölum og við förum svo í gegnum þetta allt skref fyrir skref. Í fjórða lagi þá sem sagt breytum við stuðlum hérna. Stuðlar í efnahvarfi. Það einfaldlega sem sagt til þess að þessu jafnmarga rafeindir sem í oxonar og afoxonarhvarfi. Síðan þetta alveg eins hvort sem við erum með súr eða basíska lausn. Í 5. lagi þá bætum við OH- til að stilla hleðslu. Í 6. lagi bætum við H2O til að stilla súrefnisatóm. Í 7. lagi tékkið þið á fjölda H. Hvort að hann sé stilltur og ef að hann stilltur, þá stilltum við efnahvarfið rétt. Og okkur gefið hér í þessu dæmi að þið eru með TC O4 2- plus NO2. Þetta verður að TCO2 plus NO3- og það sem sagt tekið fram í hvarfinu stillið í basískri lausn. Þannig að það ykkur gefið það. Nú og það var búið að finna oxonatöluna, þannig að við erum með +7 hér, +3, +4 og +5. Þannig að þær eru komnar. Og næsta skref væri þá að sjá hvernig þær breytast. Og þá farið þið frá TC hérna yfir í TC hér og frá nýtri hvarfefnamegin yfir í nýtur myndefnamegin. Þið getið gengið alltaf út frá því í þessum förmum að það ekki, súrefni ekki að fara að breytast og ekki vetni ef það til staðar. Þannig að það eru hin efnin sem voru náttúrulega undirstrikuð hérna. Og þá hérna best að setja hérna, við erum með +7 hérna í upphafi fyrir þetta, fyrir +4, hérna farið frá +3 í +5. Þannig að hvort efnið hérna, ef það fer úr hleðslunni +7 í hleðsluna +4, maður hugsaði þannig, það þá ekki að fá rafeindir. Þess að hleðslan að minnka að það búið að bæta rafeindir við sig. Þannig að hérna getum við sagt að þetta hérna fær 3 rafeindir. Þannig að það fer frá +7 niður í +4. Og muniði hvort að þetta oxon eða afoxon, ef að efnið fær rafeindir. Ef þið hugsið afmælisgjöf, afoxon. Það samt alltaf það sem ég nota. Að það fær rafeindir eins og maður fær afmælisgjöf. Þannig að þetta væri afoxon. Hérna færið frá +3 í +5. Þannig að þetta efni að missa rafeindir. Hleðslan að aukast. Þannig að hérna það sem sagt -3/5 það ekki -2 rafeindir. Og þetta hérna að missa rafeindir. Og fyrir vikið þá það sem sagt, þetta þá oxon, efni sem að missir rafeindir oxast. Og hérna var þetta það sem ég var að gera hér sem sagt þessi breyting á oxonatölum
og í rauninni að passa það séu öllu heldur, næst það sem sagt að passa að það séu jafnmargar rafeindir sem að efni fær í afóxuninni eins og efni missir í oxun og þá verður að finna samnefnara og margfalda þetta með 2 og þetta með 3 til þess að í báðum tilfellum sé summan 6. Þannig að væri það sem sagt sama sem plus 6 rafeindir og er sama sem mínus 6 rafeindir. Og þegar við erum búin að margfalda rafeindirnar, þá verður við líka margfalda efnin. Þannig að þegar setjum þá sem sagt það sem við margföldum við 2, þar setjum við 2 fyrir framan og þar setjum við margfaldum við 3. Þar setjum við 3 fyrir framan í efnahvarfinu. Og þess vegna þessar oxónatölur svo mikilvægar. Þegar leiðum að væri komin með að þetta væri 6 og þetta 4 við eitthvað, þá var einhvern að rugla stuðlunum og þá lendir man alltaf í vandræðum með að stilla. Þannig að mjög þægilegt svona að vera með þær í lagi. Núna erum við búin að stilla þessa stuðla, það var þetta 4, að ná þá stuðlunum réttum. Þá bætum við og mínus til þess að laga hleðslu. Nú ætlum við að taka burt þessar oxónatölur og skoða hver hleðslan annars vegar hjá hvarfefnunum og hins vegar hjá myndefnunum. Og við viljum að hún sé svo saman. Þannig að við 2 sinnum mínus 2 og ég við 3 sinnum mínus 1. Þannig að við mínus 4, mínus 3 eða hleðslan mínus 7. Ég með enga hleðslu, þannig að hún bara 0 hér, plus 3 sinnum mínus 1. Þannig að hún mínus 3 hér, en hún þarf að vera mínus 7. Þannig að mér vantar 4 mínusa sem að ég fæ frá OH. Hver OH Jón gefur mér eina mínushleðslu. Þannig að ég þarf að bæta við 4. Þannig að það plus 4 OH mínus. Þá get ég sagt plus 4 sinnum mínus 1 sama sem mínus 7. Og það það sem við erum að gera með að bæta OH mínusum við. Að stilla hleðsluna. Og munið bara þegar að reikna hleðsluna þá verðum við að nota stuðlana á undan og margfalda inn. Þá komið að stilla fjölda súrefna. Myndi ég taka, sjá hvað ég með mörg súrefni megin. Ég með 2 og 4, það 8, plus 2 og 3 eða 6. Þannig ég með 8 og plus 2 og 3, 6 og. Þannig að ég með 14 það ekki, 14 súrefni. Ég með 2 og 2, sem sagt 4 súrefni, plus 3 og 3, plus 9 súrefni. Það 9, 10, 11, 13 það ekki. 13 súrefni. Þannig að samkvæmt þessu, þá á ég bara að bæta við einu H2O fyrirtækið. Af því að við vantar sem sagt 1 O plus H2O og þá ég komin með sem sagt það sem ég þarf. Það 14 súrefni báðum megin. Og ef ég var ekki að gera neina vitleysu þá á fjöldi H-atóma að vera svo sami báðum megin. Sem að ekki Nú ég sjá. H2O var ég að reikna eitthvað vitlaust, þurfti ekki að bæta við. 9 plus 4 eru 13 og við með 8 plus 6 sem eru 14
og hleðslan var hérna tvisvar, hérna 4, -3, þannig að þetta -7, þetta var 0, þetta var 3, þannig að -3, þannig að þarf að bæta við 4 hér. Það hefði eiginlega helst þurft að bæta, já, nú, ég sé hvað veitum ég var að gera hérna. Ég var alltaf búin að bæta við hérna 4 OH mínus en ég gleyma að telja það inn hérna sem OH. Þannig ég er hérna með 4 súrefni pluss 9 súrefni pluss þessi 4 súrefni sem eru hérna. Maður fór í flatt á því að vera með einhverja sem sagt marga liti. Þannig að hérna er ég með 13, 14, 15, 16, 17. 17 súrefni hér. Þannig ég er með 17 hérna, 14 hér. Þannig að hérna þarf ég þá að bæta við 3 H2O. 3 H2O. Og þá er ég komin með hérna pluss 3 súrefni sem að gefur okkur 17 hérna megin líka. Já. Þá ætlum ég vona að þetta gangi upp í þetta sinn. Og þá erum við hérna með 2 3. Gengur þetta samt ekki? 17, 14, 3. Já, þetta, ég er einhvers staðar, greinilega að gera einhverja vitleysu. 4 H2O. 8. 8 plus 6 er 14. 4, 9. 13. Ok, ég er að gera einhvers staðar einhverja vitleysu en ég er eins og að gera það sem á að gera. Ég þarf bara að sjá út hérna hver villan er. Sjá hvort ég hafi skrifað upp eitthvað vitleysu hérna og sjá. Þetta er, já, nú sé ég vitleysuna. Þetta er bara mínus hér. Þannig að hérna þarf ég að, þetta er sem sagt öll lítil mistök geta orðið sem sagt ansi stór. Svo ég ætla bara að taka þetta hérna í burtu, ekki gefast upp alveg strax. Þetta var eins og allt rétt hérna. Það er ágætt fyrir ykkur að sjá efnafræðikennarann lenda í vandræði, þá eru þið alltaf stikkfrí. Þannig að hérna vorum við þá með hleðsluna, þetta er þá 2 -1 pluss 3 sinnum -1 sem er þá 5. Þetta er sem sagt -5 hérna. Hérna erum við með 3 sinnum -1 sem er þá -3. Þannig að hérna þarf þá að bæta við 2 OH mínus. Þannig að við segjum pluss 2 OH mínus og þá er ég búin að bæta við þessar 2 sinnum -1. Þannig að við erum komið -5 þá líka hérna megin. Þarna erum við þá komin með, síðan var bætt H2O við og núna get ég reiknað þetta líka rétt saman. 2 4, hérna eru þá 8 súrefni pluss 2 3, 6 og hérna vatni var ekki komið inn ennþá pluss 6 og 2 eru þá 14 súrefni, það breytist ekki. Hérna er ég með 2 2 eða 4 súrefni pluss 3 3, 9 pluss 2 sem verður þá 9, 10, 11, 15. Og þarna þarf ég þá bara að bæta við, þess að þegar við 15 hérna, 14 hér, þá þarf ég að bæta við 1 H2O til þess að þetta gangi upp hérna fyrir súrefni. Og þá er komið vonandi stóra stundin að við erum þá með 2 vetni hérna megin, þess að 2 sinnum H og H2 hérna megin, þannig að það eru 2 H hérna. Takk fyrir. Þannig að þá er þetta komið. Og ég hérna hætti útsendingu. Sjúkkat lítið eftir að rafhlöðina, þetta slapp. End.